Ég rosalega, ég get höndla allt, sko. Mér alveg sama hvernig ég fæ kaffið með drönni. En þetta, sko, finnast það að erum við byrjað þetta? Bara, hvernig sem við viljum. Ef þú ert að segja eitthvað sem má ekki fara í loftið, þá erum við ekki byrjaðir, en... Já, nei, sko, við erum alltaf tala bensínstöðarkaffi. Frábært kaffi. Ég ekkert enn einn maður, en aftur á móti kaffi á þeim frábært. Og sama gildir í Bandaríkjunum, það ertu með svona stórar svona könnur og svona 6-7 mismunandi tegundir. Frábært kaffi. Svo getur maður farið á Nero eða Costa eða eitthvað hann og fengið bara eitthvað sull, sko. En bensínstöðarkaffi er í rauninni besta kaffið. Þú vilt meina það? Hvað drekkur mikið kaffi? Mjög mikið. Ok, þá skal ég tala við þig þegar þú verður komin í kulnun. Já, einmitt. Því ég var einu sinni svona, mér fannst besta kaffið í raun og veru bara að vera það sem var að gefa mig mesta koffíni, sko. Og það er svona, bensínstöðarkaffi, það er svona stór glös, sérstaklega í Bandaríkjunum, sko. Drekka mikið þess, manni líður rosa vel á eftir, sko. Fórstu svo í kulnun? Svo fyrir í kulnun. Og breytist þá reytið kaffis? Þá var þið næmari fyrir hvað ég gæti tekið inn mikið koffín, sko. Já. Já, það geti alveg verið, sko. Ég fari í kulnun út af því. Sjáum bara til. Þú vil vera rosalegt þegar þú færir í kulnun. Já, ég veit ekki, sko. Ég er ekkert eitthvað rosalega harður á því að kulnun sé ekki til, sko. En aftur á móti, þá er ég búin að vera að benda á það í svona tíma, sko, að við einhvern veginn álítum þetta að vera eðlilega þróun gagnvart vinnumarkaðnum. Það sem að sum svið eins og hjá Reykjavíkurborg og annars staðar hjá hinu opinbera og hjá hinu opinbera sérstaklega að á sum sviðum 40% fólksins í kulnun. Og ég er að reyna að benda er þá ekki eitthvað óeðlilegt hérna? Ég nefnilega alveg sammálaður, sko, að það minnst þetta pínu svona, þetta var búið til sem eitthvað svona reglífar hugtak. Já. Fyrir mér er þetta bara í raun og veru stærstur hlutin af kulnun hjá mér er bara oförfunar ástand á heilanum, það sem þú mitt, og þegar ég var að fara með fyrirlestur í fyrirtæki, þá var aftur spurður, ert þú svona, þú veist, einhverju held að ég væri bara að fara að agitera fyrir, og þá bara, ég á enn eftir að hitta eina mannesku sem næra rökstiða fyrir mér að kulnunin hennar sé út af vinnunni. Já. Þú berð ekki ábyrgð á lífið þinni þegar vinnan er búin, ert áfram í símanum, að drekka kaffi á kvöldin, sefur ekki vel, tekur ekki ábyrgð á sjálfu þér, taugakerfið þitt, þú tættir að hvílast, þá fyrir vinnan þín að verða rosa erfið, sko. Ég var nú að reyna að benda á þetta, sko, að kulnun, sko, kannski fólk með 6-7 tíma í símanum á dag, sem ég minnst alveg vera svona einhver svona stærsta breyta sem við erum ekkert að ræða sem hefur breyst svona undanfarnum 10 árum. Og við erum ekkert að ræða það, þú veist, að fólk sé, já, með 8 tíma á dag, láta bara krakka hafa þetta og þetta er rosa sniðugt. Það kemur aldrei í samhengi við kulnun. Hefurðu prófað að leggja frá þér símann að ég vil kaupa þér takkasíma eða eitthvað? Nei, ég það bara frí. Ég bara finn þetta þegar ég hef tekið hvíld frá, ég hef stundu tekið síma föstur, sko. Það er bara allt í því fyrir að dreyma meira og bara úrvinnsla. Heilin er allt í því að fá hvíld, fyrir að svitna og svo nætuna, skilur. Og þetta er bara, ég er á því ef þú reynir að rökstyðja það að símanótkun í marga klukkutíma á dag hafi ekki áhrif á þig, þá er þetta annarkvort að ljúga eða þú ert alveg aftengdur. Ég ætla að kasta Davíð Rúnari sem er að þjálfa með boxið undir vagnin. Já. Nei, ekkert undir vagnin. Ég var í brúðkaupi síðasta sumar að þar síðasta sumar. Var það síðasta sumar, ég man hann ekki alveg. Hjá Kristínu Sif sem við með tekjum sameiginlega. Og ég mætti aðtöfna og síminn minn var dauður. Ég bara glemdi að hlaða hann eða eitthvað. Þannig ég skildi hann bara eftir. Hann var í 7% með eitthvað, ég ætlaði að hlaða hann bara. Og ég sleppti honum bara í brúðkaupinu. Davíð Rúnar bara trúði mér ekki. Hann hélt ég væri bara einhvers staðar að fela hann. Honum fannst þetta að vera svo ótrúlegt að ég væri ekki með síman á mér að hann bara neitaði að trúa að ég væri með hann. Og ég veit að hann hlustar á þau, sko, hann er glad að heyra þetta. En hann bara trúði því ekki að ég væri ekki með síman á mér. Og hann var svona á bara 5 minútna fresti, bara hættu nú þessu djóki taktu myndir. En hann sagði það nú ekki alveg. En hann var svona... Já, enda ef ég væri að ráðleika honum, ég hitt hann ofta í geggjaðu gæi, sko. En hann er svona ADHD-gaur eins og ég. Hann er örugglega allt of mikið í símanum, sko. Já, ég held það líka. Þó hann sé einn af mínu bara bestu vinnum, sko. Já, topp. En ég líka, en þetta var svolítið, þú veist, en ég er að segja þetta líka, sko, því að hans viðbrögð við það að skilja síman eftir við einhver svona athöfn eða einhver svona, er ekkert óeðlileg. Ég er að segja, þú veist, ég held að flestir myndu hafa þau viðbrögð sem hann hefur. 100%. Gagnvart því að skilja eftir síman sinn
í einhver tíma, sko. 100%. Og ég við talandi ef maður færi í svona einhverja álhatta, síðasta sumar, þá tók ég 3 daga símaföstu og það var bara strax fyrsta morgunin ætlaði að fara að borga í stöðumæli. Ég er ekki með appið. Ætlaði að fara inn á Kjarval. Ég er ekki með appið. Þurfti að fara inn á Landrómat til þess að láta hringja, til þess að láta opna fyrir mig hurðina og þá fattaði maður sko, það er búið að búa þannig hnútana að við þurfum að nota síman í allt sem við gerum og þá eru rosa fáir sem nota þá bara í það sem við þurfum að gera. Heldur, þú veist, þá ertu búin að búa til það sjálfkrafa tauga við bara, þú ert alltaf að taka síman á vasanum og þú ert alltaf að nota hann í eitthvað og svo bara náttúrulega ertu þetta bara að byrja að skrolla og refresha og allt þetta, sko. Já, þetta er náttúrulega aðalega bundið við, sko, þægindi út af því að, þú veist, velmeðun skapar ákveðin þægindi og þægindi er líka öryggi og fleira. En við einhvern veginn erum byrjað að horfa á hlutina svolítið þannig að þægindi eru í eðli sínu alltaf jákvæð og svo kemur það okkur rosalega óvart að þegar við þurfum að takast á með einhverja aðstæður þá erum við verri í stakk búin til að takast á við þær aðstæður. Þannig að þægindi svona sjálfu sér eru ekki alltaf góð, sko. Við viljum skapa ákveðið svigrúm til þess að upplifa ákveðin óþægind og það er þess að við náttúrulega gerum fyrst erum að tala um Davíðrúnar, það sem við gerum í boxinu. Að þegar við erum að þjálfa eða þegar við erum að gera eitthvað, þá erum við náttúrulega að skapa óþægilegar aðstæður. En líka fólkið sem ég hef verið að þjálfa og fólk sem ég þekki úr boxinu er fólk sem er oft á tíðum mjög vel stakk búið til þess að takast á við erfiðar aðstæður og líka vel stakk búið til þess að skapa sér umfram þægindi svo í kjölfarið. Já, svo við klárum Davíðrúnar á Hrósum þá er mitt held ég hann sé svona dæmi gæja sem er að gera það mikið á óþægilegum hlutum að þá áttu kannski aðeins inni fyrir meiri símanótkun, skilur við. Án þess að hún hafi mikil áhrif á það, af því þú ert, skilur við, símanótkunin hefur verst áhrif á mig ef ég er í þægindarammanum líka. Þú veist, en þetta truflar mig kannski ekki jafn mikið ef ég er bara að pússa mér og gera erfiða hluti, þá er einhvern veginn eins og boðefnakerfið mitt eigi meiri innistæður. Sko. Já, nei, 100% og ég meina, og eins og ég segi, sko, þú veist, núna sérstaklega þegar heimurinn er að breytast, við erum núna að tala saman þegar Indland og Pakistan virðast ætla í stríð og Ísraelsmenn ætla að innlima bara Gaza með, ég veit ekki hvaða áhrif það mun koma til með að hafa. Og ég get alveg trúa því að, þú veist, aðgengi okkar að munavörum og nauðsynjum, jável, og einhverju hluta gæti orðið takmarkaðari. Og þá veltum maður fyrir sér bara, þú veist, getur fólk verið í 8 tíma í símanum? Þú veist, er það svo veröld sem er að fara að halda áfram? Ég veit það ekki, sko. Þetta er alveg mjög einkennilegi tímar, sko. Ég og einn góðan félaga sem er nú búin að koma inn til þessari podcasti, Númi, hann er svona mikill heilsugæi og ef að þú þarft ekki nema bara að horfa á mannin og vera með honum í smástund þess að hann er að lifa það sem hann er að predika. Bara hvernig hann ber sig og bara hann er alveg tálgaður og hann er alltaf bara, þú veist, ég ætla að vera reiðubúin þegar það gerist. Og þá er hann að tala bara svo, bara, þú veist, rafmagnsleysið núna í Portúgal og Spáni og þú veist að einmitt þetta, skilur, hver ertu þegar að það verður klift á strengina og hlutinni fara kannski að verða pínu óþægilegir og allt þetta, sko. Já, við erum líka, sko, að sjá ákveðina svona, svo ég fá að sletta, tendensa í þá átt í Evrópu sem að er ekki endilega að taka á sig svona einhverja góða eða fallega birtingamynd, en ég held að við séum svona alveg að finna fyrir því að heimurinn er að breytast hratt og þar af leiðandi erum við að verða aðeins meiri svona, svona kannski harðskeljaðri gagnvart veruleikanum. Ég held að þetta sé hluta af því að vókið er núna bara einhvern veginn á útleið að þú veist ekkert einhvern veginn, það er ekki fyrirtæki einhvern veginn að predika, við þurfum einhvern veginn að vera rosalega umhyggjagóð og vera hérna að passa okkur og eitthvað hann. Þeir eru samt stóru fyrirtækin eru samt enda í því, sko. Já, það er samt, sko, en það mun bara vera á meðan hendar. Bara á meðan hendar. Þetta er klárlega búið að snúast. Ég sá að vinur okkar hann Þorsteinn var að atast í því að það var... Heyrðu, hann ætlaði að koma í podcast, maður, svo leta maður að vita hérna með stundum fyrirvara, hann ætlaði ekki að koma, sko. Ætlaði hann að koma til þín? Já. Eftir að hann var að atast út í að það veri fyrirtækist? Nei, fyrir. Það var eiginlega bara nokkru dögum, sko. Ég sendi á hann, einhverjum dögum, sagði hann, ég var að taka hans stöðuna, hann bara, já, til í það.
Svo sendi hann með svona tiltölulega stötu fyrir 2-3 dögum. Eitthvað svoleiðis. Og þá sagði hann bara, heyrðu, ég ætla ekki að koma, ég ætla aðeins að kæla þetta. Og svo sendi hann þetta á mig að hann sendi það ekki á mig, hann sendi það bara að setja á Instagram-reikningin sinn að fyrirtæki ættu ekki að vera að styðja við öfga hægri mannin mig, sko. Já, því ég myndi segja, sko, þegar þú ert með lítil og meðalstór fyrirtæki, þá þarftu bara að vera í að passa krónur og aura. Og þá myndi maður halda að það væri meiri business í því einmitt að vera ekki woke megin við línuna. Ef eitthvað og ef einmitt eitthvað eins og Þorsteinn núna fer að djöflast, þá er fólk líklegt til að fara frekar að versla við þessi fyrirtæki, sko. Já, ég held að líka. Það staðan núna, en stóru fyrirtækin eins og Arion banki og Olgerðin og þessi, þú veist, þau hafa ennþá efni á því að vera woke megin í tilvörinni. Ennþá, sko. En hver er hvatinn? Hver er hvatinn á bakvið það? Hvatinn er bara svolítið eins og mér minnir að hann, Halldór Armand, ég var nú að gefa út átt með honum, flottur og klár strákur, og hann minnir að hafa sagt það hjá þér, þú veist, heldur þessum fyrirtækjum sé í alvörunni að pæli í loftslæginu og hinsegin. Heldur í alvöru tala að fyrirtæki bara mæti vinnun á daginn og segja bara, í dag ætlum við að fagna fjölbreytileikanum. Nákvæmlega. Þetta er bara hestaskítur, sko. Já, þetta er eitt af svona mínum uppáhaldsmomentum í hlaðvarpinu, sko, út af því að ég einhvern veginn hafði gert mig grein fyrir þess að einhverju leiti, sko, hann náði að koma þessu frá sér svo vel að og náttúrulega algjör snillingur, sko, náttúrulega sem hefur líka verið svo áhugavert við hans vegferð, sko, eins og hann lýsir í þessu hlaðvarpi sem við vorum að tala sko, að þá ræðar hann einmitt, sko, hvernig það hefur verið í rauninni ákveðin frelsisvæðing hjá hann svona í hans persónulegu vegferð að einmitt takast á við þann veruleika bara, heyrðu, ég er ekki að fara að fá listamannalaunin. Þá allt í hennu bara getur hann, heyrðu, ok, þá hef ég ákveðið svigrúm sem að hann kannski gerir sér ekkert fyllilega grein fyrir, sko. Nei, og maður fattar þetta stundum ekki fyrir en eftir og ég meina, kemur til mér núna þegar við erum að nefna þessi fyrirtæki að þarna bara rétt áður en allt hrundi hjá mér. Ég nefndi þessi 2 fyrirtæki, þá var ég komið með Arion banka og Olgerðina í podcastinu. Það voru mjög háar upp að þeir, ég veist þessi hæstu podcastsamningar sem hafa verið gerðir í Íslandssögunni, ég nokkuð vissu það. En svo, þú veist, hrynur allt hjá mér. Og þá, eftir mér, sko, þú veist, það var, ég menna, Svavar í fitnessport var hjá mér og hann heyrir í mér og bara segir, hjá mér er bara ennþá dómskerfi í landinu, sko. Þú veist, þannig að, þú veist, ef þú vilt halda áfram með podcasti, þá er ég ennþá on board, sko. En hitt, ja. Ég hefði ekki einu sinni þurft að spurja að hinnu, sko. Hvernig var maður, þau hefðu, skilur, þau hefðu, ég meina, 100% örugt að þau væri ekki að fara að leggja nafni sitt við mig í einn þátt í viðbót skiptir engum mál að þú er allt hestaskítur af því þessi stóri fyrirtæki eru bara að pæla í hvaða vindar blása best hverju sinni í samfélaginu, sko. Já, og mér finnst það ekki, sko, þér átt að kannski að finnast þetta skrítið, en mér finnst það ekkert svakalega óeðlilegt. Og það því að, sko... Það er það ekki, þetta er bara business. Já, ég er að segja það, og eins og Milton Friedman, sko, honum er alltaf, og það er mjög margir svona, þeir sem eru á móti honum sem að nefnaði mitt að hann hafi sagt, sko, eina sem að fyrirtæki að gera er að pæla í því hvernig er að búa til hagnað fyrir hennar hlutaðenda. Eða fyrirtæki, eða inn á fyrirtæki sjálft eða hvernig sem að sá rekstur er. Og fólk nefnir ekki rökstuðningin á bakveða sem að er einfaldlega að sá að ef að fyrirtæki eru farin að í rauninni stiga inn á hið lýðræðislega svið að þá eru þau að fara að nota þann kraft til þess að hafa áhrif og vera skoðanamyndandi í stað þess að vera einmitt að reyna að selja þá vöru sem þau segjast voru að selja. Og mér finnst þetta mjög mikilvægur þáttur út af því að við viljum í rauninni ekki út af því að það eru mjög margir sem að tala um það að peningar stjórna stjórnmálunum og þetta eru peningar sem stjórna stjórnmálunum og þá segja ég, já, akkurat. Af hverju ættu við þá að vilja að fá fyrirtæki inn í það að vera skoðanamyndandi og að vera svona stíga inn á það svona lýðræðislega umboð sem að við höfum sem kjósendur. Af hverju ættu við að vilja að fyrirtæki séum þetta ekki að gera svolítið eins og mynd að blása? Ég myndi alltaf að segja mitt að þú veist að hann Axel Pétur samsæriskenninga gæi, það var ein setning sem hann sagði það sem er að gerast í Davos er árshátíð fasismans í heiminum og þá var hann að tala sko þegar ríkisstjórnir og stórfyrirtæki koma saman í eina sæng sko og þá segir þetta er rétt sko, það er hættulegt sko. Já, þetta er ekki gott. Og þá hugsa maður aftur bara þess að Michael Jordan sem að gaf aldrei út skoðanir sínar og þá var þessi fræga setning sko, republikanar kaupa líka stríða sko. Já,
skilur sem bara, ég bara íþróttamaður þú veist, en núna bara heimting á því þú veist, eins og LeBron James, skilur hann alveg búin að vera vók megin við línuna, skilur það bara heimting á því og þá kemur aftur þetta, ég meina Ölgerðin, þeir bara selja sóda Já Akkur eru samtökin 78 innst í koppur í búri, þú veist, hvað skeiði eiginlega? Já, þetta það sem ég nefndi við hérna Þorsteinn Vaff, það sem hann var að segja og kvarti við því fyrsta öðru hlaðvarpinu sem við tókum saman þegar ég mætti hans hlaðvarp heimtaði alveg að koma á þetta því að ég væli mig aldrei inn eina þætti sko, en ég vældi mig þannig að hérna, þá einmitt sagði ég við hann hann var að kvarta yfir því að Vífilfell var ekki að styðja og styðja hérna svona kvenréttindabaráttu og ég sagði þeir eru heldur ekki að styðja mig ef það hjálpa þeir að ná einhverju svefni hann sagði nei sko þú ert bara einhver dúti með podcast ég er hérna sko ég er hérna í heilagri baráttu og ég sagði ég er það líka þú veist ég er líka hérna í heilagri baráttu að mínum mati og stáðið mitt sagði ég við hann sko ég held að í Vífilfell og starfsmenn þeirra séu að einbeita sér að því að koma kolsýrðum drykk í áldós og reyna að láta mig hafa hann á samkeppnis hérna, á verði sem samkeppnishæft. Það eina sem þeir eiga að gera og það eina sem mér finnst að þeir ætti að gera. Halli nei, þeir verða að taka afstöðu til þess hvað að gerast í heiminum. Ég hef aldrei skilið af hverju sko. Ég hef aldrei náði út af því að sko það sem að mér hefur fundist einmitt barátt á svona undanfarana ára sem núna að molna undan út af því að svolítið hulna og svifta því sérstaklega í því hvað að gerast innan akademískra stofnana og annað að það hefur verið ákveðin svona þrýstingur á það að þú sért að taka afstöðu og svo afstæða það eins gott fyrir að hún sé rétt sko. Það eins gott að þú setir á réttri afstöðu með okkur og þú ert að borga fyrir þetta og þú ert að vera hrifinn af þessu og þú ert að nota orð sem við erum ánægð með og ef að þú ert eitthvað að fara, ef að þeir eru eitthvað að fara að skeika fótur í því annarkvort í þínu persónulega lífi eða það hvernig þú talar að þá munum við ná þér og þetta er kallað umburðarlyndi. Algjörlega. Þetta er bilun. Algjörlega. Mér finnast eiginlega núna eða finnast, mér er svona sérstlegast þessar þversagnir sko. Þversagnir eins og hérna þú veist, að ég ætlaði nú ekki að vera að hjakkast á vókinu allan þáttinn en mér finnst þannig þess að þversagnir vera orðnar svo fyndnar núna, þú veist, sem er sömu aðilarnir og hafa verið bara fremstir í druslugöngunni og MeToo að þegar að múslimar eru að fremja einhver brot á konum þá er svona næstu, þú veist, þá ekki að setja athyglina á nauðgunina, sko, þú veist, þetta er hérna, því þá ertu farin að vera rasisti og slæmi við einhvern menningarheim og eins líka bara já, þú veist, mér er svo áhugaverðar þessar þversagnir þegar að þú, eins og núna með sama fólki að búið að vera í mörg ár þannig að það má helst enginn tjá sig nema sér sérfræðingur mikið menntaður úr háskólanum en núna sko, ef þú vogar þér að nefna að það sé eðlilega krafa menntamálar á það að kunna ensku þá ertu bara vond manneskja en þetta er sama fólki og búið að vera að krefjast þess að einhverjum sérfræðingar fá að tjá sig og þú þurfur að vera hámenntaður til þess að hafa skoðun á einhverju. Mér finnst þetta svo skemmtilega bæningar, sko. Já, sko, ef þú vilt virkilega sjá skemmtilega viðbrögð í þessum efnum, að þá spyrðu bara búrkuna. Og það er ekki einu sinni, sko, að spyrja eitthvað spesifíst búrkuna. En þau vita alveg að það með búrkuna er ekki eitthvað sem að þau geta skrifað upp á. En þau gera það samt út af því þau get ekki tekist á við þann veruleika að einhver brún manneskja eða jafnvel ekki brún manneskja einhvers konar hópur sem að reyndar sko hefur aðganga að einhverjum mestu olíulundum í heimi og skaffar ótrúlega mikið magn af olíu og lifir í vellistingum já, í ýmsum samfélögum þó svo að það séu önnur samfélög sem að lifa ekki við sömu vellistingar að þegar þau komin hérna og þetta er sem Christopher Hitchens segir sko að þetta er einhvern veginn eins og hann kallaði cringing minority sem að þú þarf bara að passa þig að tala alls ekki illa og hérna hefur verið háðar baráttur það að hvítir karlmenn á Íslandi séu hérna að tala illa konur sem að klæða sig á þann máta sem að þær vilja gera og annars konar þess áttar en innan þessara menning Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.